det hérna bara. Sett så upp. Þetta fyrir mjög mörgir. Já, það geta. Það vilja eitthvað kommenta á það sko. Já. En það setja upp líka það fyrir.
Góðan daginn kæru gestir og velkomin að skjánum. Við heitum Kristín Aðalheiður og Þórunn Eva og við ætlum að vera lýsendur ykkar hér í kvöld á leik K.A. Þórs og F.A. Ég ætla að fara yfir liðin. F.A. nr. 1 Sara Dís Davíðsdóttir, nr. 16 Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir, nr. 2 Fanný Þóra Þórsdóttir, nr. 5 Björg Björgvísdóttir, nr. 6 Birna Íris Helgadóttir, nr. 7 Ardís Sara Þórsdóttir, nr. 8 Dilja Sigurðardóttir, nr. 9 Hildur Marín Andrésdóttir, nr. 11 Hrafnhildur Hekla Björnsdóttir, nr. 14 Tanja Geirmundsdóttir, nr. 15 Laufey Lára Heskulsdóttir, nr. 20 Hanna Jóna Sigurðardóttir, nr. 23 Embla Jónsdóttir, nr. 24 Ingibjörg Pálmadóttir. Þjálfarar hjá F.A. eru Róland Rentsae og Sigurgeir Árni Ægjarsson. Nr. 1 hjá K.A. Þór er Sunna Guðrún Pétursdóttir, nr. 12 er Margrét Einarsdóttir, nr. 4 Sandra Kristín Jóhannesdóttir, nr. 5 Ólöf Marín Hliðsdóttir, nr. 6 Erla Heiður Tryggvadóttir, nr. 7 Katrín Vilhjálmsdóttir, nr. 8 Marta Hermannsdóttir, nr. 10 Steinunn Guðjónsdóttir, nr. 14 Kolbrún María Bragadóttir, nr. 19 Ásdís Guðmundsdóttir, nr. 20 Aldís Ásta Heimisdóttir, nr. 21 Svala Svavarsdóttir, nr. 24 Þóra Stefánsdóttir, nr. 32 Kara Rún Árnadóttir og þjálfari hjá K.A. Þór eru Jónatan Magnason og Þorvaldur Þorvaldsson. Þessi leikur er spurning hvort lið fer í úrslit að komast upp í Ólafsdeild. Þetta verður spennandi. Það er jafnt 1-1. Afsakið þetta, ég meinti að komast í úrslit hvort Selfoss eða annarkvort þessara liða fer upp í Ólafsdeildina. Förum yfir byrjunarliðið F.A. Í hægra horninu nr. 8 er Dilja Sigurðardóttir, nr. 15 í hægri skyttinu Laufey Lára Höskuldsdóttir, nr. 9 er Hildur Marín Andrésdóttir á miðjunni, nr. 2 er Fanný Þóra Þórsdóttir, nr. 24 í vinstra horninu er Ingibjörg Pálmadóttir og inn á línunni er Ardís Sara Þórsdóttir. Lið K.A. Þór skipar í markinu Sunna Guðrún Pétursdóttir, hægra horni er Steinunn, Ásdís Guðmundsdóttir, Marta Hermannsdóttir, Aldís Ásta, Katrín Vilhjálmsdóttir og Erla Hleiður. Sunna Guðrún Pétursdóttir var að verja þennan bolta, fyrsta boltan í leiknum. Þarna er brotið á Aldís Ástu Heimisdóttur. Og Aldís Ásta Heimisdóttir, Marta, Aldís.
Þórsdóttir. Hvílíkur leikmaður. Það fínasta mæting í húsinu. Og þarna brýtur Marta Hermannsdóttir á Laufey Láru, fyrrum leikmanni K. Þórs. Fær gult spjald fyrir það. Heldur kröftugur varnarmaður hún Marta. Og Laufey Lára komin á miðuna. Fanney, Laufey. Góð vörn hjá K. Þórs. Það var hún Fanney sem komst ekki gegn þarna. Fín vörn hjá Ásdís og Mörtu. Glæsileg vörn og K-stelpur, afsakið K. Þórs-stelpur, duglegar að fagna. Og það var hún Hildur Marín sem átti þetta skot yfir og K. Þórs-stelpur er með boltan. Og þarna var hún Katrín óheppin. Lína dæmt og FH-stelpur keyra upp. Það er hún Birna Íris, nr. 6 sem kom hann inn á í vörnina. Fer aftur út af fyrr og inn kemur Hildur. Fyrsta mark FH er hún Fanney Þóra Þórsdóttir sem skora það. Staðan 1-1 eftir 3 mínútur. Og þarna rífur Katrín sig laus. Erla hleyður á skot í stöng. Óheppin þarna. FH-stelpur með boltan. Fanney, Laufey. Fín vörn hjá K. Þórs-stelpum. Og Aldís Ásta með boltan keyrir upp völlinn yfir á Katrínu. Katrín í gegn og það er mark. Annar mark K. Þórs er Katrín Vilhjálmsdóttir. Vel gert. Glæsilegt. Fólk flikkist inn í K-heimilið. Þarna fór hún Ingibjörg Pálmadóttir inn úr horninu en Steinun náði að tefina þarna. Sunna Guðrún Pétursdóttir verja fína bolta. Gaman að segja frá því að Erla leiður á afmæli í dag. Nei, ég sagði þetta afmæli í dag. Það var Erla Hleiður sem skoraði þarna. 3. mark K. Þórs. Góð vörn hjá K. Þórs-stelpum. Mikil stemming í K. Þórs liðinu.
Laufey Lára. Fanney. Fín vörn hjá Steinunni. Og það Sunna Guðrún Pétursdóttir sem tekur þennan bolt eftir flotta vörn hjá Katrínu. Og það var Fanney sem skoraði þetta mark. Staðan 3-2 eftir tæpar 7 mínútur. K.A. Þór í sókn. Aldís, Ásdís, Marta, Aldís. Fín vörn hjá FH. Bæði lið greinilega mjög sterk. Tilbúin í leikinn. Og það Steinunn sem skorar glæsilegt mark á móti liði sínu FH. Glæsilegt mark. Staðan 4-2. Og það hún Ingibjörg sem fer inn úr horninu. Hittir ekki markið. Þannig að það var fín vörn hjá FH. K.A. Þór heldur áfram í sókn. Og misheppnuð sending frá Aldísi á Katrínu. Og FH skýst upp völlinn og Laufey Lára. Og fyrsta mark Laufeyjar á móti sínu fyrrverandi liði. Og staðin 4-3. Marta með flott skot. Hanna, þetta annað mark Martu. Og staðan 5-3 fyrir K.A. Þór. Og Fanney. Og þarna missa FH-stúlkur boltan. Marta Hermannsdóttir gerir vel og nær þessu bolta. K.A. Þór stelpur skjótast upp völlinn. Og það brotið Ásdísi. Vel gert hjá FH-stúlkum. Og K.A. Þór stelpur halda fram í sókn. Og Marta og Aldís á miðunni. Ásdís í hægri skiptunni. Erla kemur út. Og Aldís. Og þeim skrifa Ásdísi. Brynningur minnaði. Góð vörn hjá Mörtu. FH-stúlkur held áfram í sókn. Og Laufey Lára kemst þarna í gegn en skýtur rétt fremhjá. Laufey, Fanney, Hildur niður í horn á Diljá sem að skorar fyrir FH.
og staðan er 5-4. Inn á fyrir Ásdísi kemur Ólöf María Hlynsdóttir í hægri skeytuna fyrir K-Þór. Vörn FH hrikalega sterk núna. Og Ólöf, Aldís, Marta, Katrín og Marta niður í horn á Steinunni og það var númer 1 Saradís Davíðsdóttir sem ver þennan bolta frá Steinunni, vel gert. Og það er Fanney, Hildur, Laufey, og það er fín sendingin á línu á Laufey og það er bara guldspjald á Aldísi. FH-stelpur vildu vítið þarna en dómarinn gaf Aldísi bara gult og þá er það bara gult og Laufey Lára kemst í gegn. Þarna tekur Aldís hana alveg niður og fær leikmaður númer 24 Ingibjörg Pálsdóttir gult spjald fyrir Tug gerir ég ráð fyrir. Pálmadóttir afsakið og FH-stúlkur er ennþá í sókn og það er Hildur sem á þetta skot en Sunna Guðrún Pétursdóttir að verja hrikalega vel í markinu. Og það er Aldís Ásta, Ólöf, Aldís Marta og Marta rífur sig í gegn. Þetta er aukakast. Fín vörn hjá Laufey. Steinun, Aldís, Ólöf, yfir aftur Aldísi, Marta á skot sem Laufey Lára tekur. FH-stúlkur fljóta völlin, það er Fanney með boltan, sendir yfir á Diljá. Fín vörn hjá Katrínu þarna. Og þá er leikmaður númer 6 komin í hægri skeytuna hjá FH, það er hún Birna. Og Hildur á miðuna, Fanney í vinstri skeyttu. Og Fanney er ekki að rífa sig í gegn. Virkilega góð vörn hjá Aldísi og Mörtu. Frábærar saman í vörninni. Þarna fer dómarinn og gefur Jóna 1 gult. Alveg agndofa hann Jóni. Og FH heldur áfram í sókn. Það er Fanney, Hildur og Birna. Vel gert, góð vörn hjá Steinunni. Nætlaði Hildur að ná honum niður í horn á Ingibjörgu en náði því ekki. Virkilega góð vörn og það er víti. Leikmaður númer 7 hjá FH, Ardís fiskar þetta víti. Það er spurning hvort að Sunna taki þetta. Og Fanney á búndinum og Sunna Guðrún Pétursdóttir ver þennan bolta. Hvílíkur leikmaður. Hins vegar fór boltinn út fyrir hliðlínu. Þannig að FH heldur áfram í sókn, fékk innkast. Alveg hrikalega góð þessi leikmaður. Aðeins 18 ára. Og það er dæmt skref á línumann hana Ardísi. Virkilega góð vörn og virkilega góð markvarsla hjá K-Þór. Greinilega alveg reddi í þennan leik. Staðan er 5-4. Þetta er 15,5 mínútu. Og Marta með boltan. Aldís, Ólöf,
Og leikmaður nummer 2 hjá FH, Fanney, fær gult spjald. Fín stemming í húsinu, rétt setnar stúkur og Aldís Marta niður á Katrínu hodninu og þetta er rétt stöngin. Svo nálægt, en það er ekki nóg og Laufey Lára hoppar eins og fuglinn. Veit ekki alveg hvort að fuglinn hoppar en flýgur eins og fuglinn í loftinu og setur þennan í markið. Þetta var annað mark Laufar. Leikurinn stöðvar. Og Marta, Aldís, Ásdís kemur, Ólöf og Marta og Aldís upp í skotið og glæsilegt mark. Spurning hvort að þetta var ekki bara samin. Glæsilegur leikmaður og einungis, hvað, 18 ára? Þetta er unglið hjá KF Þór, en FH er í sókn. Og fín sending hjá Birnu inn á Ingibjörgu sem skorar 17 mark FH og staðan er 6-6. Þarna datt Ásdís Guðmundsdóttir í gólfið. Spurningu hvort að þetta er eitthvað alvarlegt, vonum ekki. Nei, hún heldur áfram, fílíkur nagli og enn og aftur bara 19 ára, rétt eins og Sunna. Glæsilega stelpur hann í KF Þór. Það er Aldís, Ólöf, Ásdís og Aldís rífur sig í gegn. Þetta er bara aukakast. Það má þræta það hvort að það sé réttu dómur eða ekki. En dómarinn ræður víst hér. KF Þór stelpur halda áfram. Og Ólöf, Marta, Katrín og Katrín snýr sig í gegn og þetta er glæsilegt mark. Hvílíkur leikmaður. Ein af þeim eldri hér í KF Þór. Suss. Þetta var sundalegu bolti, ef maður má segja það. Þetta var 7. mark KF Þór. Staðan er 7-6. Alveg hrikalegur stemmari hérna í KF heimilinu. Og það er FH, Laufey, Hildur, Fanney og Laufey og Fanney kemst þarna í gegn. Fínt, kloppar Sunnu og KF Þór stelpur þjóta upp og það eru hljótar að brjóta allt sig en KF Þór stelpur halda áfram í sókn. Það er Aldís, Ólöf, Aldís og Marta. Ásdís kemur út og Marta. Vel gert hjá Laufey að brjóta þarna Mörtu. Fín vörn. Og KF Þór stelpur halda áfram. Ólöf, Kara kominn hann inn í hægra hornið hjá KF Þór og Marta með glæsilegt skot. Sú var lúmsk maður. Gabbaði Laufey alveg upp úr skónum. Þetta var 8. mark KF Þórs. Staðan er 8-7. Og FH í sókn. Það er Laufey, Fanney, Hildur og Marta yfir hann út í hana. Þetta er aukakast, virkilega góður leikmaður hún, Marta.
Þetta tæft. Og hann fyrir leikmaður nummer 8 í gegn Dilja Sigurdóttir. En Sunna Guðrún Pétursdóttir tekur annan bolta. Hrikalega góður leikur hjá Sunnu hér til að byrja með fyrir hálfleik. Þarna fóru KF stúlkur alveg með þessa sókn. Og FH stúlkur lappa hér upp völlinn. Og Hildur, Fanney og Laufey. Og hann misheppnaði sending þá Fanney inn á Ingibjörgu. Hins vegar virkilega góð vörn hjá Þór. Og Þór stúlkur þjóta upp og Katrín. Og þetta mark! Glæsilega spilað hjá Þór stelpum. Hún komið 3 mörk Katrín. Alveg rosalegur hóttnamaður. Og FH stúlkur koma hér í sókn. Og Laufey, Fanney, Hildur. Hrikalega góð vörn hjá KF stelpum. En þarna fær Marta Hermannsdóttir fyrir 2 mínútur fyrir að tósa niður Fanney, segir dómarinn. Og það ekki alveg nógu sátt með það, en maður einhvern tíma sáttur í 2 mínútur. Og halda FH stúlkur áfram sókn. Einu fleiri. Og Fanney, Birna komin í vinstra skítina. Virkilega góð vörn, en hann náðar sendingun á línu sem dæmd víti. Það var hún Arndís sem fiskaði þetta víti. Og það engin önnur Laufey Lára Höskuldóttir sem tekur þetta víti. Hvað ætli Sunna að gera á móti henni? Hefur ekki að vonast eftir því að hún verði þetta. Og auðvitað ver Sunna Guðrún Pétursdóttir þetta. Hrikalegur leikmaður þessi stelpa. Já, ekki til orð. Algjörlega frábær leikmaður. Og hún fer út af þarna leið og Erla Hleiður kemur inn á línuna. Það aukt mark hjá Þór. Og það Ásdís, Katrín, Aldís, Stís. En að koma sér þarna í gegn, en dæmt aukakast. Ásdís, Aldís, Ólöf. Hendin komin upp hjá dómarunum. Það byrjar að fara að gera eitthvað. Það gerir Aldís, hún stekkur bara upp. En þetta verður leikmaður nummer 1, Sardís Davíðsdóttir. Og þarna, þetta var rétt framhjá. Guði sé lof, segir hún bara. En staðan 9-7 fyrir Þór. Og Þór kemur þá aftur upp í sókn. Virkilega góð stemming hérna í KF-heimilinu. Ásdís, Aldís. Ólöf upp í skot og þetta glæsilegt mark. Og taka það fram að hún 17 ára. Hún 17 ára. Fyrsta markið hennar. Og FH stúlkur koma í sókn. Og það tekið leikhlé. Það hann Róland sem tekur leikhlé fyrir FH. Alveg búinn að fá nóg.
Róland er búinn að fara eitthvað yfir þetta með FH-stúlkum. Spennandi að sjá hvort að það skilaði með eitthvað betru. Og Laufey, Hildur, Fanney. Og Ingibjörg í horninu og Marta Hermannsdóttir. Fylgur varnarmaður sem hún er. Ríkalega góð. Og Ingibjörg og Hildur. Þetta er suttalega góð vörn hjá KF stúlkum. Hann kæri henni upp Marta, Katrín, Marta. Fanney viður henni möttu að það er Katrín sem skýtur. En leikmaður nr. 1 Sardís sem verð þennan bolta. En hann fyrir út fyrir hliðina þannig að þetta er innkast. KF stúlkur halda fram í sókn. Nú er einungis 5 mínútur eftir að fyrirháleik. Staðan 10-7 fyrir KF og KF stúlkur í sókn. Og Ólöf Marí Hliðsdóttir rífur sig í gegn og þetta er aukakast og það er leikmaður nr. 7 Hardís Sara Þórsdóttir sem fær gult spjald fyrir að rífa hann í Ólöfu. Virkilega vel gert hjá Ólöfu og einnig hjá Sördi sem var í þennan bolta. Og KF Þórsdóttir halda áfram í sókn. Og það er Marta, Aldís, Ólöf, Aldís, Erla og Ólöf, Marta og Aldís viður þarna á Laufey. Ólöf og það er Birna sem kemst í þennan bolta. Ólöf fljót tilbaka, vel gert. Og það er leikmaður nr. 8 Diljá Sigurðardóttir sem skilar boltanum í markið fram hjá Sunnu. Og staðan þá 10-8. KF stúlkur í sókn. Og það er Ólöf, Aldís, Marta, Kara leysir þarna inn. Aldís. Og Laufey kemst þarna í fín vörn hjá FH og þá tekur Jonni leiklega, ekki alveg sáttur við sínar stúlkur. Þó er staðan 10-8. Fjölgar í húsinu. Æðisleg mæting. Og þá er Jonni búinn að fara yfir með sínum stúlkum hvað skal gera. Bæði lið mjög sterkinn í fyrri hálfleik og ekki mikið skorað. Og halda KF stúlkur áfram. Það er Aldís, Marta, Aldís, Ólöf og Kara leysa þarna aftur inn. Og Marta, Aldís. Aldís reynir að koma sér hérna frá Fanney sem heldur fast í hana. En KF stúlkur held áfram. Og hendin komin upp. Það er spurning hvað gera. Og Katrín er komin hana. Og fín vörn hjá FH stúlkum. Keyra þarna upp. Það er Ardís, Birna og Laufey. Fanney hann með boltan. Hildur, Fanney. Það væri fínt fyrir FH stúlkur að ná að fækka þessu aðeins fyrir leiklega. Og hann er að komast KF stúlkur inn og Katrín nær skoti á markið. En þá er það leikmaður nr. 1 Sardís Davíðsdóttir sem nær að verða þennan bolta. Og þá koma FH stúlkur enn og aftur í sókn.
og það er Hildur, Dís, Laufey, Fanney og Laufey keyrir hérna á Mörtu. Marta nær að klóra hann í Laufey, missir boltan, það er aukakast og það er Hildur, Fanney, fínasta vörn hjá K.A. Þór. Já, fín vörn. 28 mínútur búnar og það er Ingibjörg og það er Fanney og hendin er komin upp. Þarna fær lög boltan. Þarna fór eitthvað úrskeiðis hjá FH. Marta næra og þarna er það Ingibjörg sem klaufalegt brot hjá henni. Fær 2 mínútur fyrir. Vel gert hjá Ásdísi samt að fiska þetta. Og Marta upp í skot og þetta er glæsilegt mark. Hún er ekki bara góð í vörn sko. Það er sóknin líka, 4. markið hennar. Og það er 11-8 þegar að 29 mínútur eru búnar. Og FH stúlkur koma þá í sókn. Og það er Fanney, Hildur, Fanney aftur, sækja hérna stíft á og Laufey. Marta nær þarna í hana. Þetta er hrikalega góð vörn. Þær vinna svo vel saman, K.A. Þór stelpur. Gaman að horfa á þær. Og Laufey, Fanney og þarna og Erla nær í þennan bolta. En það er dæmt aukakast á FH stelpur og aðeins 10 sekúndur eftir. 10 sekúndur eftir og hún fer upp í skot Fanney og þetta er fínasta vörn. En það er annað aukakast. Það er annað aukakast. 4, 3, 2 og það er bara aukakasti. Bara aukakasti eftir. Spurningi, já, það er Laufey Lára sem tekur það. Og þetta fer í vörn K.A. Þór. Staðan í hálfleik er 11-8. Ekki mikið skorað. En við sjáumst að sinni. Sjáumst þetta smá. Ég minni Ásmið að hafa á kaffi uppi og annars getum við okkur í 10 mínútna pásu.
Þarna tínast leikmennin. Flotta lið okkar. Þá fyrir seinni hálfleikur að hefjast. Káþór byrjar með boltan. Svipuð lið og byrjaði áðan. Já, það held að séu bara engar breytingar. Já, fyrir utan stöðubreytingar. En leikmannabreytingar eru ekki miklar. Og þarna flautar dómarinn leikinn á. Og það er Aldís, Ásdís, Marta, Katrín í vinstra horninu og Steinunn í hægra, Erlin á línunni. Og Marta, Katrín reynir að snúa sig í gegn. Þetta er aukakast. Hún er ekki alveg sáttur við þessa útfærslu. Það var Marta, Ásdís, Aldís, Stís og Marta. Og Marta alveg lengst niður í horn á Steinunni. Og Marta með hvað, 5. markið sitt. Alveg hrikalega góð. Og þá koma FH-stúlkur upp. Þar er hún Diljá í hægra horninu, Hildur í hægri skyttu, Laufey á miðjunni, Fanny í vinstri skyttu og Ingibjörg í vinstri horni. Og hún Arndís inn á línu. Og þetta markmenninni Sunna Guðrún hjá Káþór og Sara Dís hjá FH. Hrikalega góð verk hjá Káþór-stúlkum. Alveg hrikalega gott lið. Og það er hendinn komin upp. Og Laufey, Fanny. Ótrúlega góð vörn hjá Mörtu og bara Káþór. Rétt skal vera rétt. Og þetta var vel varið hjá Ásdísi og Steinunn.
Og rétt yfir, kemur Steinun, kemur. Og þá bara FH stúlkur upp. Fínt stemmari hjá K.Þór í liðinu. Og bara stemmari í húsinu. Það alveg. Og það að Laufey, Hildur og Laufey, Fanney. Og niður í hot á Diljá. Og Marta enn á ný. Heldur. Já, þetta hlýtur að vera lagi. Já, hún stendur upp. Já, hún svolítið nagli. Hún Hildur. Og það Fanney og Laufey. Og þarna reynir Fanney að komast í gegn en það ekki sens. Ásdís og Steinun bara lokuð þarna. Skellt í lás. Og hendin aftur komin upp. Og það Fanney. Og auðvitað tekur Sunna henni bolta en það hún Diljá sem nær þessu og Sunna Guðrún Pétursdóttir við þennan aftur. Þetta ótrúlega leikmaður. Og Aldís. Þessi fer í vörn FH. Hún Aldís tók þennan. Fín tilraun samt. Og það Marta, Aldís, Ásdís. Og Aldís. Marta, skilað vel spilað. Þarna. Skaut nú Aldís bara í dómarann. Eitthvað spurningum. Skaut pirring hana? Nei, ég segi svona. Að leyfa dómarunum líka að snerta boltan. Auðvitað. Aldís Ásta Heimisdóttir. Hrikalegur leikmaður. Alveg, þetta bara flott lið. Auðvitað FH líka. Og þá koma FH stúlkur. Og þetta er fín vörn. Og það halda áfram í sókn. Það Laufey, Hildur. Hildur reynir. Já. Marta bara með hana í klónum. Það Laufey. Og Laufey bara lappaði þarna í gegn. Og bara kann þetta stelpan. Staðan 13-9. Þetta er 5 mínútur. Það hægja á þessu K.Þór stelpur. Still upp í leikkerfi. Og Marta, Ásdís, Aldís og Katrín með skot en það fyrir út fyrir hliðinu. Það Sardís verð þetta. K.Þór stelpur halda áfram í sókn. Og Aldís, Ásdís og Marta. Og upp fer Marta en þetta verið FH-vörnin. Sá nú ekki alveg hvert það var en löng sending fram á Diljá. Hún misti aðeins boltan. Bara löng sending aftur tilbaka. Að gera. Og það komnar FH-stúlkur komnar í sókn. Og það Laufey, það Fanney, og Laufey aftur, og Hildur. Og Laufey, hún komst ekki alveg jafn auðveldlega í gegn hana. En það má reyna. Og það Ingibjörg, það Laufey, og Laufey. Auðvitað Ásdís og auðvitað Sunna og auðvitað Steinun. Heldur mörg auðvitað hana en auðvitað. Segi nú ekki meira. Hrikalega vel útvært hjá þessum flottu stúlkum og staðan 14-9. 5 marka
stika munur. Laufey og Fanney, Ingibjörg, Laufey, Fanney og Hildur. Hrikalega góð vörn hjá K.A. Þór. FH bara á ekki til orð eins og stendur. Og það er Laufey, Ingibjörg, Fanney, sækir á. Þetta er aukakast. Fín vörn hjá Ásdísi, Steinunni. Góð stemming. Og það er Fanney og Laufey og hendir uppi og Laufey skýtur bara. Og þetta er rétt framhjá. En dómararnir segja aukakast. Nei, hopp. Það er hopp. Og Diljá tekur þetta hopp. Dreifa vel úr sér K.A.-stelpur. Og þessi bara endar út af. Þessi endar út af. Og hann Róland er sko ekki sáttur, það ekki sagt ykkur. Og það er keyra upp. Og það er Marta og Aldís og Ásdís. Og Aldís að Fanney með fína vörðanda og aftur á Mörtu. Jájá, það er svara bara tilbaka. Þarna stoppar hann leikinn. Það er eitthvað pirringur á milli Mörtu og Fanneyjar. Það er bara útkljá það. Eins fallega og hægt er. Og það er leikurinn heldur áfram. Og það er Ásdís, Aldís. Aldís keyrir hann í gegn. Já, það er bara ekkert verið að sleppa. Það er einhver pirringur komin að á milli. Og Marta, Aldís, upp fyrir Aldís. Og þetta tekur FH-vörnin. Fín vörn. Og FH bara þýtur upp völlin. Marta bara svarar í sömu mynd. Já, það er komið. Já, og þarna fara 2 mínútur. Ákveðin á það. Aldís Ásta fær 2 mínútur. Ég sá nú ekki alveg fyrir hvað. En það er, hvað segir Þór? Fyrir brot á Laufey. Sem að skiptir bara strax og Aldís er út af. Og inn kemur Hildur. Birna er komin í vinstri skiptuna. Og FH-stúlkur eru þá einu fleiri og Birna. Og þetta er vel spilað hjá FH-stúlkum. Það er Ardís sem skilar boltanum í markið. Og þá fara K.A. Þór svo. Og ákveða að vera einu fleiri, nei, afsakið, jafn margar. Taka Sunnu út af, setja Ólöf inn á. 14-10 staðan, þetta er tæpar 10 mínútur. Og Ásdís reyna að keyra sig að þeim gegn, en það er nú ekki mikið að glufum þarna. Og Marta, Ólöf, Marta, Ásdís. Og aftur á Mörtu. Og Marta upp í skoti. Þetta er rétt framhjá. Já, og hann dæmir hotn. Já, þetta er hotn. Við skulum ekkert vera að þræta við dómarann. Hendin er hins vegar uppi. Þetta vera hraðsókn og Marta. Þetta var skotin Sardís. Verð þennan. Og K.A. stelpur fljóta tilbaka og FH fljóta upp. Þá er Fanney, Hildur, Fanney, Birna og niður hjá Ingibjörgu sem stígur á línuna, en hins vegar ver Sunna þetta glæsilega. Ekki að spyrja að því. Og þá skiptir Sunna við Ólöfu og Erla við Þóru. Þóra, 19 ára, komin inn á línuna. Jájá. Tæplega 19, takk fyrir þetta Þórun. Á 19 ári, við skulum bara útkláða þetta þannig.
Hún er 9 orðin 19. Til hamingju með það, Þóra. Þetta var vel gert, Ásdís, að fara hann inn í sendinguna á Marta. Og Marta með hrikalega gott mark. Þetta er 7. markið hennar. Erla duglega að hvetja og segja stuðningsmönnum að hvetja með henni. Það er FH stúlkur í sókn. Nei, hérna var Ásdís alveg upp á skónum. Það var leikmaður nr. 6, Birna Íris. Og Marta, Aldís. Þetta var aukakast. Og Þóra, Aldís, Marta, Stís. Og hann stoppar hann leikinn. Það er eitthvað í ólagi. Spurning klukkuna eða eitthvað svoleiðis. Nei, þetta er leikurinn heldur bara áfram. Þau fá víst ekkert að vita hvað þetta var. Og KFH stúlkur bara áfram í sókn og allt sásta. Já, þetta var góð tilraun, en hún Sara Dís svarði þetta. Nú eru 13 mínútur búnar og staðan er 15-11 fyrir KFH. Hanna opnaðist allt inn á línunum fyrir leikmann nr. 7, Hanna Arndísi, sem gerði þetta vel og kom honum í markið. Hanna skipta Ásdís og Ólöf. Og einhver rólegleg skipting. Fór Ólöf of snemma, Ásdís var ekki komin út af. Og fyrir það fær Ólöf 2 mínútur. Þetta eru klaufaleg brot og FH stúlkur fá það fyrir sókn. Klaufaleg mistök. En mistök gerast við besta fólk. Það er bara að halda áfram. Hvetja sitt lið. Og FH stúlkur sókn. Það er Fanney, Hildur, Fanney, Birna og Hildur og niður í hotna og Diljá sem skýtur í stöng. Hún skýtur í stöng. Og KFH stúlkur með boltan. Það er Aldís, Marta og Katrín komin hérna í vinstri skýtuna. Steinur í vinstri hotni og Þóra í hægra hotni. Það er ákveðið ekki að taka neina séns og skipta markmanni út af núna. Þannig að Sunna stendur föst í markinu. Og þarna fer Fann í andliti á Katrínu. Og lætur hún að sko heyra það. En það heldur áfram. Og Marta og Katrína í þessum bolta. Já, dómar ábúin að dæma hana og hendin er uppi. Þannig að þær þurfa að skjóta. Marta tekur skarið en Sardís verð þennan bolta. Eitthvað halla undan fæti hjá þeim KFH stúlkum. En það verður að halda áfram. Það tæpar korter eftir. Og FH í sókn. Staðan er 15-12 fyrir KFH. Þarna fer Hildur í gegn. En fær víti. Steinum brýtur hérna á henni. Og það var bara spurning hvort að Sunna taki hvað? Sitt 3. víti. Auðvitað! Og hún nær þessum aftur hún.
Fanney skorar þarna og minnkar munin í 2 mörk. En hrikalega vel gert hjá Sunnu. Þetta var óhefni hann að hún náði boltanum aftur henn. Hann tók þjálfari K-Þórs leikhlé, ekki alveg ánægður. Enda hafa FH-stúlkur komið sterkar tilbaka. Og það hefst leikurinn á 9. Spurning hvort að Jonni gat lamið inn í hausunum hvernig átt að gera þetta. Ekki, það er kunnið þetta ekki, það er kunnið þetta vel. Þarna náði Marta ekki alveg nógu góðu skoti. Valdís, Marta og niður í horn á Kuru og Kari gegn og Sara Dís tekur þennan. Spurning hvort að FH-stúlkur geti minnkað munin niður í 1 mark. Heldur verra fyrir K-Þórsstúlkur. Og það er Birna og hún tekur langa setningu á Ingibjörgu niður í hornið. Og þetta er skref, þetta er bara það, skref. Og Aldís með góða sendingu á Ástsi sem auðvitað skilar þessu í saman, sýndist mér. Það er ekkert verið að spara. Það er ekkert verið að spara. Og það er þá komnar 5 mörkum yfir. Og Laufey á miðjunni og Birna í vinstri skyttu og Fanney í hægri skyttunni. Dilja í hægra horni og Ingibjörg í vinstra. Ardís á línunni. Já, og þetta er bara flott vörn. Og þarna tekur hann Róland leikhlé. Stutt bil á milli leikhlé hér, enda ekkert svo mikið eftir. En þó nóg til að eitthvað gerist. Leikurinn er byrjaður. Ásdís rýkur hann út. Birna á boltan. Hildur, Birna og upp. Auðvitað Sunna. Vel gert Sunna. Enn og ný. Og Marta upp hinum einn. Og Sördís verð hennan. En Kara rúlaði þessu bolta og skilar honum í netið. Fyrsta markið hennar. Góð innkoma hjá Kuru. Glæsilegur leikmaður hún Kara. Og FH-stúlkur komna í sókn.
það er Birna og næri ekkert að gabba Ásdísi svo auðvitað. Það er bara hanni og Hildur, Fanney, Hildur og Birna. Þeir eru í horni á Ingibjörgu. Það er ekki pláss hana og það er Hildur en auðvitað tekur vörnin þetta. Sýndist þetta að vera allt þarna sem tók þetta, eða Katrín, ég sagði ekki alveg. En þetta voru í horn sem að Ingibjörg tekur. Og það er Birna. Heldur auðvelt þarna hjá henni. Gabba Ásdísi alveg upp úr skónum. En K. Þórsdóttir er fljótari. Þetta var, já, Ásdís svarar bara fyrir sig. Skorar á móti. Mistök og þá bara fer maður upp og skorar. Það er bara hannig. Ásdís er komin með 2 mörk. Og þá er það F-stúlkur. Það er bara 19 mínútur búnar af þessum seinna hálfleik. Og það er Birna og Ingibjörg og Kara tekur hana. Og það er Fanney sem gabbar Katrínu upp úr skónum. Og þessi fer inn. Fanney með sitt 3. mark. Og það er 3 marka munur. Þegar að verða 20 mínútur búnar. Og Marta, Ásdís. Hún fer ekki svo ölllega gegnum Laufey. Þó hún hafi verið þess K. Þór þá hleypur hún þeim sko ekkert í gegn. Svo ölllega. Og það er Aldís, sækir á Laufey, skilur hún á Martu. Ásdís yfir á Kuru, Kara inn. Og auðvitað! Þetta er bara stöngin inn úr hægra horninu. Klassi Kara. Ég segi nú eitt meira. Kom með 2 mörk. Annar markið hennar. Ég get ekki lýst andrúmsloftinu hérna. Þetta er spennuð þrungið sko. Og það er Birna. Hildur, Fanney. Og Birna. Fanney, Birna. Hildur, niður hornið á. Þarna var komin niður í hornið Tanja. En auðvitað tók Sunna þennar. Bara eins og drekku vatn. Það lítur svolítið þannig út hjá okkur í dag, eins og drekku vatn hjá Sunnu. En auðvitað er þetta miklu örvara. Og K. Þórsdóttir komin í sókn. Marta, Aldís. Laufey er inn að brjóta verið hana. Og Kara, Ásdís. Ásdís. Og Katrín næra með þarna. Þetta var hrikalega vel gert. Spurning var heppni? Nei, það er ekkert heppni hjá K. Þór. Þetta er allt planað. Og F-stúlkur komnar í sókn. Og það er þannig, það er Birna. Og þessi er bara út af. Það er bara hannig. Þessi er farin út af. Spurningu hvort einhver takja mútið bóttanum. Já, Marta gerir það. Og það er Marta. Og Marta feppar sjálf. Þetta voru skref. Og Fanney með sendingu á hana Tönju. Nei. Þetta voru glórulaust. En hann mátti reyna. Á Marta. Ásdís. Og Aldís. 5 mörk. Skilja liðið núna. K. Þór heldur betur spýtt í. Og Aldís. Marta með skot. Já. 7. markinu Mörtu. Alveg frusuleikur hjá Mörtu Hermannsdóttur í vörn og sókn. Og það má nú segja bara allar í K. Þór. F.A. er ekkert síðri. En þó
fóru 2 niður. Leiktíminn stoppaður. Hver leikur hérna? Þetta er hún Arndís á línunni. Tók Mörtu niður með sér eða öfugt. Sá það ekki alveg. En það eru allavega staðnir upp. Bæðar alveg grjótharðar. Og það er Hildur, það er Birna. Og Fanny inn á línu Arndísi. Þetta var aukakast. Sagði dómarinn. Já, og bara að standa vörnina. Marta út. Og Fanny upp. Og Sunna. Auðvitað er Sunna með henni bolta. Þetta er hrikalegur leikur hjá Sunnu. Þeir endur ekki með skráð hérna hjá mig konum með marga bolta, en þeir eru allavega 10 myndi ég segja. Já, svona rétt 10 ef ég ætti að giska. Það er Káþór komnar í sókn. Það er Marta, Ásdís, Marta, Ólöf. Þetta var tæpsending niður í horn á körfin. Allt í lagi. Hefðum okkur að betri en. F.A. stúlkur komna hérna. Laufey, Tanja, auðvitað Sunna. Sunna alveg eins og steinn í markinu. Hún bara, það er bara allt skellt í lok og lás. Lok, já. Og þetta fór í innkast, þannig að F.A. stúlkur halda áfram í sókn. Það er Birna, inn að Arndísi. Sem fiskar víti og 2 mínútur. Já, það er Aldís. Önnur 2 mínútna brottvísun á hana. Sú verður að fara að passa sig núna. Já. Hvað segir ég? Það eru 6 mínútur eftir. Og það er Ingibjörg sem fara á punktinn og skorar hérna. Ingibjörg er að skora sitt annað mark í þessum leik. 3. mark. Já. Hvað gerist þarna? Þarna misti ég alveg af þessu. Óluleg skipting aftur. Já, og Erla fær 2 mínútur hérna. Þetta eru mikið að klaufamistökum og F.A. fer þá að fara í sókn. Svolítið, eða mikið. Þetta gerist 2 svar. Og F.A. stúlkur eru þá komnar í sókn. Einhverja deilur hérna hver átti 2 mínúturnar. Það er spurning af hverju 2 út af. Já, Aldís var með 2 mínútur og síðan fengur þær 2 hana. Það er bara að hreyfa sig nú, Það eru 4 móti 6. Þetta var Nei, þetta var ekkert lína. Hann dæmdi þetta bara mark. Og það er bara spurning að hreyfa sig nú. Og Laufey Lára tekur Mörtu út. Og það er Katrín. Þeir með þetta í aukakast, skynsalegt. Og 5 mínútur eftir. Og Marta Inga! Það er ekkert annað. Það eru 4 á móti 6. Og þeir skora 22-17 staðan og 5 mínútur eftir. Það held ég nú. Nú er það bara að hvetja. Koma svo. Og Birna. Niður hóttna Ingibjörgu. Og þetta er mark. Þetta er 18. markið. Og 4. markið hennar, Ingibjörgar. 22-18. Tómas og Káþór. Ég hef ekkert á móti F.A. en ég er Káþór mannskja. Þetta verður skref, segir dómarinn. Já, það er bara 20 sekundur í næsta mann. Sem er þá Aldís gerir ráð fyrir. Og Ingibjörg afturinn. Og enn skorar hún. Hún skoraði enn. 19. markið. Og 15. markið sitt. 10 sekundur.
Við viljum fara að fá manninn inn á. Já, þarna kemur allt sástæðinn og það er tæpa 5 sekúndur í næsta mann. Þetta var nú heldur ljótt að sjá, en hún stendur upp rétt eins og aðrar grjótharðar, en hvað voru þeir að dæma þarna? Ruðning. Þetta var aukakast, en Jóni tekur leiklega. 3 marka munur og hvað, það er rétt tæpar 4 mínútur eftir. Þetta er þrusu spennandi. Já, þetta er spurningu hvort liðið mætir Selfossi í baráttu að komast upp í Ólafsdeildina. Auðvitað viljum við fá að sjá okkar stelpur K.A. Þór fara áfram. En við fáum að sjá það eftir hvað? Nokkrar mínútur hvort liðið fer áfram. Þrjár og hálf mínúta til stefnu. Það er bara að halda út. Það eru 5. Nei, þarna kemur 7. mannskjan inn á. Og það eru jafnmargar. Það er Ásdís og Marta. Og Laufey kemur hann út á móti Eldsi. Nei, þarna fiskar Birna boltan. Spurning á Ingibjörg. Já, hún skorar. Það er 2 marka munur. Þetta var dýrmætt fyrir F-fanga. Það er bara halda áfram. Það er liggja framalega F-stúlkur. Og Marta. Þetta er aukakast. Þetta var tæft. Það er Aldís. Ég er bara komið í magann ef ég á að vera hreinskilin. Það er alveg þannig. Og Marta upp. Og Sara Dís ver þennan. Dýrmætur bolti að verja hjá Söru. Dýrmætur bolti. Eins og það hefði ekkert verið slæmt að fá þennan inn fyrir okkur. En F-fangar eru komin í sókn. Og það er að renna í 2 mínútur eftir. Það er Birna. Sækir á. Kemst í gegn. En Marta og Aldís ná hann að brjóta á henni. Og það er halda áfram. Og Birna, það Hildur. Ingibjörg í horninu. Og Marta, Kara. Það er ekkert gefið eftir hérna. Það er stopp. Já, það er Róland sem tekur leikhlé. Þetta var að dæma eitthvað annað, en þetta er bara leikhlé. Þá er að loka mínúturnar í þessum baráttu slag. F.A. í sókn, geta minkað þetta í 1 mark. Það er Fanny, Hildur, Birna, Hildur og Hildi. Og þær brjóta á henni, hendin er uppi á dómaranum. Þetta var flott vörn og þær fagna innilega. Og það er Hildur og það er Birna. Og Fanny sem skýtur. Þetta er varið af vörninni. Og Sunna tekur hennar síðan. Og það er bara að hvetja í gegnum tölvuskjáinu hvað sem er að horfa þetta í gegnum. Koma svo. Það er
Ester og Marta. Ásdís og Ástí gegn. Og þetta aukakast. Þetta aukakast og það 1 mínúta eftir. Það 1 mínúta eftir og 2 marka munur. 22-20 fyrir K.A. Þór. Þetta bara spurningum. Og Aldís upp. Aldís Ásta skilar þessu mínútur. Auðvitað ekki hægt að biðja hana. Þetta þú erum ekki að jinxa þetta og segja þetta sé komið en. Æja, það þarna voru fagna of mikið. Það kom mark út af því. Það framalega, það 30 sekúndur eftir, 2 marka munur. Hvað gera K.A. yfir Kara? Rétt framhjá, 20 sekúndur eftir, 2 marka munur. Nú það bara duð að drepast fyrir FH. Þetta spurning og það 10 sekúndur eftir. Birna, Aldís tekur þennan í vörninni. Katrínu, yfir á Kuru. Kara, skoraðu. Ekkert spyrja því. Kara skilar þessu mínútu. Lokastaðan 24-21. K.A. Þór að fara í umspil að komast upp í Ólafsdeildina. Það ekkert annað. K.A. Þór Selfoss. Staðfest, skjalfest, koma svo, áfram K.A. Þór. Já, það með sko fagna innilega til hamingju með þetta, stelpur og allir K.A. Þórsmenn, allir Akureyringar. Ég ætla að kveðja það sinni. Kristín Aðalheiður heiti ég. Áfram K.A. Þór.